Transteymi fullorðinna að sinna kynstaðfestu þjónustu fyrir fullorðna á Landspítalanum og okkar helstu verkefni eru þá að þjónusta þau sem að þurfa kynstaðfestu þjónustu. Það mjög mikilvægt að þjónusta transfólk og sinna kynstaðfestu þjónustu fyrir þau af því að þörfin fyrir þjónustunni hefur aukist jafnt og þétt í gegnum árin, bara eftir til dæmis að lögin kynrænt sjálfræði voru sett árið 2019. Það eru margar rannsóknir sem sýna fram á það að þessi hópur finnur fyrir auknum þunglyndiseinkennum, það eru hærri tíðni sjálfsvíga hjá þessum hópi, þannig að það mjög mikilvægt fyrir okkur að halda mjög vel utan þennan hóp. Við erum í raun og veru búin að gjörbreyta ferlinu okkar núna síðasta árið. Þetta var áður fyrir matsferli til þess að meta það hvort að einstaklingur þyrftu síðan á kynstaðfestu þjónustu að halda seinna meir. Nú erum við búin að breyta ferlinu alveg eftir að við fengum til okkar lækni sem með sérfræðiþekkingu í kynstaðfestu þjónustu og við höfum breytt ferlinu til þess að hefja til dæmis hormónameðferð í svona upplýst samþykki. Og upplýst samþykki felur þá í sér að við erum í raun og veru að sinna fólki sem fullorðið og þetta fólk getur tekið upplýsta ákvörðun það að þiggja ákveðna þjónustu. Við erum þverfaglegt teymi, við erum félagsráðgjafar, sálfræðingar, hjúkrunarfræðingar, læknir. Við hjálpum þá fólki í gegnum það ferli að ákveða hvaða þjónustu það þarf að halda og hvenær. Framþróun okkar sú að við byrjuðum á að vera á mörgum stöðum í mörgum sílóum á Landspítalanum. Og þetta var geð, þetta var innkirtla, þetta var lítalækningar, þetta var staðsett allstaðar á Landspítalanum. Núna erum við búin að sameinast öll í eitt húsnæði. Við vorum út allan spítala eins og ég sagði og nú erum við komin á stað þar sem við höfum haft tækifæri til þess að vaxa, til þess að geta veitt betri þjónustu. Og við höfum líka fengið fleira starfsfólk til okkar. Þetta var sálfræðingur í hlutaprósentu og læknir í hlutaprósentu. Við erum komið með lækni í fullt starf, við erum komið með 2 hjúkrunarfræðinga, við erum komið með félagsráðgjafa sem var í hlutastarfi í fullt starf, við erum komið með ritari teymi og annan sálfræðing í hærri hlutvall. Það var veitt nánast engin þjónusta með hormónameðferð. Það voru langir biðlistar til þess að fá þjónustu hjá okkur og við erum búin að breyta þessum langa biðlista sem var yfir 1 ár yfir í vinnulista, þannig að núna engin bið eftir þjónustu hjá okkur. Við erum búin að ná að stytta biðtímann líka í vaginoplasti aðgerðir, í bara svona vinnulista líka, þar sem að fólk fer bara í gegnum ferli. Þessari þjónustu, hún var ekki veitt á Íslandi. Að fá þessa heiðrun viðurkenning á öllu því sem við höfum verið að vinna að síðasta árið. Við erum búin að fara í gegnum mikla vinda, bæði meðvinda og mótvinda. Nú getum við haldið áfram í að veita bestu kynstaðfestu þjónustu í heimi og það okkar framtíðarsýn að veita þá þjónustu. Þannig að þessi heiðrun mun svo sannarlega ná að hjálpa okkur við að halda áfram á þessari vegferð sem við erum nú þegar á.